Bláa lónið er eitt stærsti vinnustaðurinn á Suðurnesjum en þar starfa nú 850 manns en þessi magnaði baðstaður og hótel er staðsettur í svokölluðum auðlindagarði á Reykjanesi en innan bæjar marka Grindavíkur. Starfsmönnum hefur fjölgað jafnt og þétt á undanförnum árum eins og þegar nýja hótelið var tekið í notkun í apríl á síðasta ári bættust við á annað 100 manns. Helmingur starfsmanna býr á Suðurnesjum en svo eru líka margir útlendingar sem vinna hjá þessum vinsæla ferðamannastaða á Íslandi. Sjónvarp Víkurhetta ræddi við Sigrúnu Halldórsdóttur, mannauðsstjóra félagsins, en hún er fædd og uppalin í Keflavík. Við erum með ansi fjölbreyttan rekstur hérna í Bláa lóninu. Við erum með hótelrekstur og við erum með hjarta okkar sem er Bláa lónið, sem er hérna spæ sem við sjáum hérna úti. Og við erum með verslun og skincare vörur og hótelrekstur, veitingarekstur og allar stoðeiningar sem styðja við það. Nú eru megn af ykkar viðskiptavinum útlendingar. Hvernig er tungumál? Er þetta mikið útlendingar sem vinna hjá ykkur eða eru flestir ykkar starfsmenn sem þurfa að vera góður í til dæmis ensku? Já, einmitt, jú. Það er svolítið grunnkrafa þegar við erum að ráða inn fólk og sérstaklega þá sem starfar í beinu tengslum við gestinn að hann þarf að geta að tala ensku vegna þess að okkar helsta tungumál hérna er enska og við erum svo heppin að við erum með starfsfólk frá 44 þjóðurnum. Já. Þannig að við búum yfir ansi víðtækum þekkingabrunn af alls konar tungumálum og bakgrunni því tengdu. Fjölgaði mikið í hópnum þegar hótelið var tekið í gagnið í apríl í fyrra? Já, þá fjölgaði 150 manns. Hvernig gengur nú eru þið aðeins langleiðina, þið eru inn í Grindavík og eru hérna á Reykjanesinu og er þetta fólk að koma frá Suðurnesjum? Hvað er stór hluti af þessu? Ertu með það á hreinu? Hvað eru margir Suðurnesjumenn? Já, við erum með 49% starfsfólk sem kemur frá Suðurnesjum en við bjóðum upp ótrúlega flotta samgöngukosti til að mynda bara rútuferðir ört yfir daginn sem að ferja okkar starfsmenn til og frá vinnu. Þannig að starfsfólk okkar getur bæði við hugum að öryggi, af því það getur verið hálka og ýmislegt annað á veginum og leiðinni í vinnuna. Og svo er það líka bara gott að geta lesa góða bók eða kíkja í símann eftir góðan og mikinn vinnudag hér. Er þetta vaktavinna mikið hjá ykkur? Já, stór hluti vinnur í vaktavinnu. En við erum með blanda, líka við dagvinnu. Nú eru mörg sérhæf störf hjá okkur og ekki síst eftir að þið tóku hótelið í notkun. Hvernig standið að þjálfun og svona? Er það ekki mikilvægt atriði hjá okkur? Jú, og við það er mjög stór þáttur og við leggjum alveg ofur áherslu á þjálfunarmál og við erum með sérhæf störf sem við þurfum að þjálfa sérstaklega áður en að fólk getur sinnt í á fullum krafti og til að mynda gæslumenn hérna á Lónsvæðinu. Þeir eru sérþjálfaðir bæði í björgun og skyndihjálp og þeir taka sundpróf og svo hugum við líka að persónulegri og faglegri þróun og þekkingu. Við erum með, til að mynda í fyrra buðum við upp á 212 námskeið árið 2018. Á námskeiðunum er lögð áherslu á að koma sérþekkingu Bláa lónsins til skila svo starfsmenn geti sagt gestum frá upplifuninni sem er svo sérstök á staðnum. Starfsmennirnir fara þá meðal annars ofan í Bláa lónið, fá nudd í lóninu og boðið í hádegismat á hinum margrómaða veitingastað Bláa lónsins, Lava. Það sem við erum að leggja ofur áherslu á að við getum öll verið ógleymanlegur gestgjafi. Það er svona markmið sem við einsetjum okkur öll, hvort sem við sem að vinna í skrifstofunni eða í framlínu. Og við þjálfum svolítið fólki okkar þannig að það sé öruggt og finni til sjálfstraust og svolítið viti til hvers er ætlast og hvað á að gera. Viðskiptavinurinn ykkar sem eru mjög margir, þeir eru náttúrulega nálgast ykkar fólk mjög náið oft, þannig að þetta hlýtur nú að vera oft vandasamt og skiptir náttúrulega mjög miklu máli að starfsfólki ykkar sé ánægt og þannig að það geti staðið sér sem best í sínu hlutverki. Já, það skiptir óbáslega miklu máli og við leggjum óbáslega miklu áherslu á það að skapa hér gott vinnuumhverfi og það hefur sýnt sig og sannað í þeim könnunum sem hefur verið gerðar að við skorum mjög hátt í bæði starfsánægju og starfsanda og starfsfólki hjá Bláa lóninu mælir með Bláa lóninu sem vinnustað fyrir aðra og þannig við erum í rauninu eins og ein stór fjölskylda sem störfum hér og
erum öll á jafningjagrundvelli og erum öll með sama markmið að leiðarljósi og erum bara að hafa gaman í vinnunni og skiptir bara ótrúlega miklu máli að hér sé skemmtilegt og það bara ýtir undir að við séum öflug og veitum góða þjónustu. Já, maður einhvern veginn ímyndar sér að þjónusta, það hlutverk sé eitt að stæðsta hjá ykkar starfsmönnum. Já, og það er það sem rekstur Blálóns snýst að selja upplifun og við viljum geta mætt öllum kröfum og geta þjónustan gesti þannig að þeir fari ánægðir út og það gefur okkur líka svo mikið bara sem starfsfólki að gestirnir fari hérna ánægðir og séu hjá okkur ánægðir.